og sæl öll sömul og velkomin til þessa minningarathafnar sem Kópavogsbær og Sögufélag Kópavogs hafa undirbúið með dyggri aðstoð Gunnars sóknarprests hér í Digranesikirkju. Fyrir réttum 140 árum síðan, 1. mars, það merka ár 1874, voru þessi þrjú systkini frá Hvammkoti sem við ætlum að minnast hér í dag á leiðinni heim frá kirkju. Það er ótrúlegt að þessi lækur skuli hafa verið Skaðræðisfljót og dauðagildra. Séra Gunnar mun lesa upp texta sem skýrir frá tildrögum slysins og aðstæðum á staðnum, og þeir sem vilja vita meira um Kópavogslæk og slysið er bent á stórgóða grein eftir héraðsskjalavörðin okkar, Hrafn Sveinbjarnarson, sem er á heimasíðu Sögufélagsins, vogur.is. Líf systkinanna tveggja, Árna og Þórunnar, endaði hér, en Sigríður Elísabet, miðbarnið, komst lífs af og eru nokkrir afkomendur hennar hér með okkur og munu afhjúpa minningarskjöldin sem er hér á steini mjög nálægt staðnum sem slysið var að því ætlað er. Sigríður flutti síðan vestur á Firði og bjó lengi. Vinur hennar, Vilmundur landlæknir, skráði minningarorðum hana og sumir segja að það sé ein fallegasta minningargrein sem skrifuð hefur verið á íslenska tungu. Þar fór saman frábær stílsnilli Vilmundar og einstaki mannkostir og manngæska Sigríðar. Það er erfitt að deyja, en það er kannski stundum erfiðara að lifa af við slíkar aðstæður. Þjóðin öll deildi sorginni með fjölskyldunni í Hvammkoti og að minnsta kosti 4 skáld hafa oft fallið ljóð sem birst hafa opinberlega. Hæðsber ljóð Matthíasar Jochumssonar sem hefst á þessum orðum: Dauðinn er lækur en lífið er strá. Það má finna samhljóð í þessu kvæði Matthíasar í þjóðsögnum okkar sem að Matthías hafði ort skömmu áður. Við sem ólust upp hérna í Kópavogi fyrir allmörg síðan þekktum vel þetta svæði og vissu vel af slysinu. Við vorum vöruð í læknum sem var náttúrulega miklu vatnsmeiri á okkar tímum. Það bæði það að Mýrarnar hérna fyrir ofan og Hlíðarnar og Breiðholti hefur allt verið þurrkað upp. Sjálfsagt hefur þessi varúðarorð og ábendingum að ungmennin hafi drukknað hérna áður fyrr orðið þess valdandi að hér var farið varlega en áður, en annars hefði öllið verið. Víst er að hér hafa engin alvarleg slys orðið í seinni tíð. Hvammkotssystkinin voru á heimleið frá kirkju sem var svo óralangt í burtu. En nú er kirkjan komin á lækjabakkanum til þeirra, nálægt þeim stað sem þau drukknuðu. Hún stendur einhvern veginn vörð svæðið og það er athyglisvert því hún áttar sig ekki að standa hér. Hún átti að standa upp á hæðinni þar sem ber við himinn. En einhverjar ástæður ollu því að hún leitaði hingað niður í friðsaldina við lækinn sem er dálítið heilagur staður í mínum huga. Dauðinn er lækur en lífið er strá. Skjálfandi starir þar straumfallið á. Hálfhrætt og hálfþegið hlustar það til. Dynur undir bakkanum draumfagurt spil. Nej,